Góðan daginn, Darri Rúnarsson heiti ég og ætla að kynna ykkur fyrir lokaverkefnið mitt. Verkefnið mitt fjallar betrun og aflstýringu gufuketils sem 1 megawatt að stærð og í frauðplastverksmiðjunni Pólínord hérna á Akureyri. Ég valdi þetta verkefni ekki beint en ég fékk þetta svona meira upp í hendunar frá samstarfsmanni mínum sem ég leitaði til þegar ég var óviss hvað ég skyldi gera í þessum áfanga. Fyrsta lýsingin á verkefnu var að þetta væri stór gufurafskautaketill með PET-regli hjá Krumma sem væri með vesen. Krummi eigandinn að frauðplastverksmiðjunni og svona vélstjóri á sérsviði. Hann á 4 eða 5 frauðkassaverksmiðjur í Noregi sem fyrir eldisafurðir. Og fannst mér þetta mjög gott tækifæri til að læra meira rafskautakalla og virkni þeirra. Ég hefði aldrei komið inn í plastverksmiðju og vissi svona frekar lítið plast, þannig að þetta hljómaði bara mjög áhugavert. Það sem þeir eru að framleiða hérna á Akureyri aðalega einangrunarplast til notkunar í byggingariðnaði. EPS stendur fyrir Expandable Polyester og í daglegu tali kallað frauðplast. Það inniheldur 2% af plasti og 98% af lofti og hefur þar af leiðandi mjög góða einangrunareiginleika. Það einstaklega létt og auðvelt að vinna en hefur góðan styrk við lága eðlisþyngd. Þeir fá frauðplastkúlurnar svona eins og við sjáum til hægri og eins og sést á myndinni lítur þetta út bara fyrir að vera fínt salt. Soga þeir síðan plastkúlurnar inn í forþénar eða popparan eins og fagmenninni kalla hann og með heitri gufu geta kúlurnar þanist út ca. 50 sinnum upprunalega stærðar sinnar. Popparan þarna fyrir miðju og kúlurnar síðan settar í mót og hleypt á þar 100 gráðu heitu gufu og leitast þar við að þenjast út og lofta mótið. Við kólnun festast kúlurnar saman og úr kemur plastkubbur sem síðan skorinn út eftirspurn. Mótið þarna lengst til vinstri og það ekki kælt neitt að þurfa að bíða í klukkutíma eftir hverja steypingu. Eins og heyrist gufa notuð mikið í verksmiðjunni og má segja að gufuketillinn sé svona hjartað í verksmiðjunni. Ketillinn frekar stór og verið að keyra hann á ca. 40% álagi við mesta framleiðslu. Það gott vegna þess að þetta býður upp á stækkun í framtíðinni ef eftirspurn verður orðin meiri. Krummi hafði vitað einhvern tíma að einhver element ketilsins væri farinn en ekki gert neitt í því vegna þess að þetta hafði ekki beint áhrif á rekstur verksmiðjunnar og það vegna stærð ketilsins. Og var þetta nokkuð ljóst þegar ketillinn var í keyrslu og kíkt var að iðntöluskjáinn þar sem áætlað afl ketilsins á að sjást og borið saman mælinn sem tengdur við ketillinn frá Norðurorku. Hérna til vinstri sjáum við myndina af iðntöluskjánum sem sýnir 234 kilowatt og svo raunaflið til hægri þar sem Norðurorkumælinn tengdur og þetta sýnir 72 kilowatt og þetta náttúrulega ekki það sama talan. Aðeins stýringuna. Ketillinn stýrður af Siemens iðntölu sem sett upp á þannig að ketillinn vinnur á þrepastýringu. Því fleiri þrep sem inni því meiri afköst. Það sem stýringin gefur upp áætlað afl en ekki raunafl sem útskýrir vesenið sem það verið að reyna að leiðrétta og það vegna þess að það engar straumspennar í stýringunum sem mæla raunaflið. Straumspennar mjög dýrir og skiljanlegt að framleiðandi fór ekki út í að setja það í skápinn á sínum tíma en þetta skekkir stöðuna svolítið þegar elementin að fara hann að bila. Elementin í katlinum síðan hópuð saman á spólurófa og stundum raðtengt inn í katlinum og mynda grúppur. Hver grúppa samansett af nokkrum elementum. Og til hægri getið séð mynd af grúppu 7 í heild sinni og þetta eins og við sjáum 5 element og mismunandi stærð 17 og 50 og 33 og þarna eins og við sjáum efri spólurófanum og þarna raðtengt inn í katlinum og þetta á 2 spólurófum.
27 þrep í stýringunni og það bara samansafn af grúppum paraðar saman upp sem mynda álag frá 33 kW upp í 1 megawatt. Og þannig til vinstri getur þið séð hver grúppa stór, áður en þessu var breytt. Og í heildina var þetta 1 megawatt. Nú var komið í ljós hvað var ónýtt í kerfinu og hvar það var staðsett í þrepaplaninu. Já, ég fór að vill svo blaða bara hérna. Að bílunargreiningunni. Ég náttúrulega þurfti að megga ketilinn, eða öll elementin og var það gert á 500 volt AC meggar. Og eftir útleðslumælingu á elementunum í katlinum sem voru 29 talsins kom í ljós að 5 element leituð jarðar og voru ónýtt. Heildar raunafl þeirra elementa sem aftengd voru 216 kW. Einnig voru öll elementin viðnámsmæld og voru þau öll innan marka sem voru í lagi. Eftir þessa bílunargreiningu var ákveðið að keypt yrðu ný element og yrði framkvæmd lausn á þessu vandamáli þangað til þau koma og finnst tími til að skipta þau. Ef við kannast við krumma rétt þá að þessi element koma morgun og þá verður ekki skipt þau fyrir en eftir 4 ár kannski. Nú var komið í ljós hvað var ónýtt í kerfinu og hvað var í staðsett í þrepaplaninu. Þurfti því að hanna nýtt þrepaplan á ketilinn og var það gert með því leiðarljósi að öll element ketilsins skyldu vera einhvern tímann í notkun þegar hann var keyrður upp í 300 kW. Og það vegna þess að 300 kW hámarksnotkun ketilsins þegar verksmiðjan í fullum afköstum í dag. En svona venjulegum degi þá þetta aldrei meira en 120 kW. En þetta aðalega á sumrin þegar þeir að steypa sem mest. Þá getur þetta farið upp í 300 kW. Hafþór frá Raftól kom síðan að breytti þrepastýringunni og gildum á hverja grúppu fyrir sig. Prófað var síðan að keyra ketilinn til samanburðar við norðurorkumælinn og var þetta orðið rétt. Hérna til hægri getið þið séð nýja þrepaplanið sem ég hannaði og þarna sjáum við til vinstri horninu kannski endanlegt álag eftir breytinguna var þetta orðin 786 kW sem ennþá allt og stórt ennþá fyrir verksmiðjuna þannig að þetta ennþá í lagi. Og þarna getið þið séð að grúppunar fyrir miðjuna það bara plúsar saman og mynda álag upp í x mikið hvað við þurfum að fara hátt og þarna erum við að sjá þetta upp í 12 og þetta fer alveg upp í 27. Og þarna sjáum við til vinstri að þarna búið að leiðrétta áætlað aflið á iðntölunni og þessi grúppunar komnar með nýjar stærðir. Hluti af verkefninu var að reyna að öðlast betri skilning á PED-regli, þar sem slíkur regli stjórnar katlinum. Ég sett upp tölvu í ketilrýminu sem tengd inn á inntöluna og þar af leiðandi hægt að sjá nákvæm gröf hvað PED-reglin gerir við breytingar á settum gildum. Og hægt að skoða raun línröð í forritinu langt aftur í tíman. Ég gerði ýmis prófari með PED og ID sem gekk svona misvel heilt yfir. Ég læriði ekki eins mikið að ég vonast til. En verkefni gaf mér svona innsýn inn í hvernig PED-reglur vinnur við gufuketil. Ég mun þó halda í vonina á komandi námsönn að skilningurinn aukist. Þá vil ég segja takk fyrir mig og þakka Krumma fyrir góða leiðsögn á verkefninu. Og svona loka útkoman að ketillinn nú útleiðslu frýr og áætlað aflið leiðrétt og stýringin var betrumbætt. Og ég lærði aðeins meira rafskautakalla. Takk fyrir mig.